sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Við höldum áfram að rifja upp árið 2021 og sýnum ykkur hér brot af því besta úr rúmlega 50 þáttum Suðurnesja Magasíns á síðasta ári. Það er auðvitað við hæfi að við byrjum í eldgosinu við Grindavík, fyrstu myndirnar sem við fengum. En við byrjum þáttinn með Keflvíkingnum Guðjóni Vilhelm, oft tengdur við humarsöluna. Hann var líklega með fyrstu mönnum að gosuna á laugardagsmorguninn en við á Víkurfréttum voru líka fyrstir að birta frétt og mynd gosið á Víkurfréttavefnum á föstudagskvöldið. Þetta er myndin. Hérna heyrir maður bara sko, það víbrar allt hérna undir mér. Úss, ég laði hverja, það er svona bara bassahljóðina honi. Finn bara bassabylgjuna ganga hérna yfir. Maður er svona hálf lítill í sér þegar maður, ég held ég komin aðeins svo langt upp núna. Ég læt mig hverfa núna, þetta er gott. Já, hvernig er að komast í návíi við gosið? Getur þú lýst þessu svona, hvernig þetta er? Já, það sko, þetta er náttúrulega komið óvart. Fyrsta lagi hitinn frá hrauninu eðlilega, en hérna maður kemst ekkert nema kannski svona max 2 metra að því, 1,5–2 metra. En ég tók ákvörðin að labba hann upp á fjallið og reyna að komast eins nála gígnum og hægt er til þess að upplifa það og það var magnað. Þar fann ég í fyrsta skipti svona, ég var bara næstu hræddur sko. Það var hérna bæði titringun undir löppunum og svo svona bylgjur. Það voru svona einhverja höggbylgjur sem að komu og meldum hann sko. Þannig að það var, og háa er náttúrulega eðlilega frá gígnum en bylgjunar, ég hef aldrei getið ímyndað mér að það geti komið svona einhverja höggbylgjur frá þessu. Þannig að það var magnað. Alveg gríðarlegir kraftar og þrátt fyrir að þetta ekki að vera öflugt gos og þá held ég að þetta sé bara, þú veist, já, ég allavega þetta eru kraftar sem þetta kom mér á orð, hvað þetta eru gríðarlegir kraftar og hvað maður hvað þetta er bara skemmtilegt að sjá þetta og upplifa þetta. Það er mikill uppgangur í Suðurnesjabæ, sameinuðu sveitafélagi Garðs og Sandgerðis. Og við fylgdumst með þegar fyrsta skóflustungan var tekin að Skerjahverfi, 9 íbúðahverfi í Sandgerði. Og við hittum auðvitað bæjarstjóra í leiðinni. Magnús, það er mikill uppgangur í Suðurnesjabæ, nýtt hverfi að fara að rísa og fleira. Já, það er mikið að vera. Ef við snúum okkur bara uppbyggingu íbúðarhúsnæðis, þá hefur verið gríðarleg eftirspurn eftir lóðum. Og við erum eiginlega komin á þann stað núna að það er að minnka í pókanum með lóðir og þess vegna erum við að byrja þessu hverfi hérna og hérna erum að vinna í skipulagsvinnu á öðrum stöðum líka. Þannig að það er mikið að gerast. Þannig að ertu búin að sjá fyrir þér hvaða íbúafjöldi verður komin í eftir árið eða 2? Já, núna er íbúafjöldin rétt tæplega 3700 og ég sé það fyrir mér að það líður ekkert langt á til að þetta fyrir 4000. Það er bara miðað við þá þróun sem er í gangi núna. Það eru það byrja 64 íbúðir í byggingu núna í Suðurnesjabæ og það er búið úthlutað lóðum þar sem framkvæmdir ekki hafnar fyrir, ég held að séum rúmlega 50 íbúðir, þannig að það er mikið að gerast og bara ánægjulegt. Rafíþróttir eru búin að ná miklum vinsældum hér á landi síðastliðin ár. Alexander Aron Hannesson, yfirþjálfari rafíþróttadeildar Keflavíkur, segir áhugann og metnaðinn verða sífellt meiri. Við tölum við Alexander og spurðum hann út í tækifæri innan rafíþrótta fyrir ungt fólk í Reykjanesbæ. Segðu mig Lexi, hvað er Rafvík? Rafvík stendur fyrir rafíþróttadeild Keflavíkur og er ætluð ungmennum á Suðurnesjum sem hafa áhuga á rafíþróttum og vilja bæta sig í þessum leikjum og einnig bara gott félagslíf. Fyrir hvernig þjónustan, hvað aldur er? Við erum í dag að vinna með 8–16 ára. Það eru aldurinn sem við erum bjóða upp á æfingum en auðvitað er Rafvík opið fyrir öllum. Við höfum oft verið að fá spurningar og að bæði að fá afnota af salnum okkar, frá aðstöðun okkar og síðan er oft verið það er eins og núna í framhaldinu, þá er verið að tala að eftir sumarið, þá erum við að vera með valáfanga fyrir grunnskóluna. Það verður í boði þá og það hafa nú þegar 2–3 grunnskólar á Suðurnesjum sem haft samband við okkur. Þannig að það er bara hellingstækifæri í boði í þessu. Grindavík er einn heitasti bærinn á Íslandi þessa dagana og ekki bara út af gosinu því það er mikil ásókn í fasteignir og lóðir í bæjarfélaginu en framkvæmdir hófust við nýtt íbúðahverfi þar á dögunum og við fórum og fylgdumst með fyrstu skóflustungunni. Við ræddum við bæjarstjóran fjölgun Grindvíkinga og tækifærin í kringum gosið.
Fyrsta skóflustungan að nýju hlíðarhverfi í Grindavík var tekin í síðustu viku. Við það tækifæri var undirritaður verksamningur milli Grindavíkurbæjar og verktakans Jóns og Margeirs. Það var engin annar en bæjarstjórinn sjálfur, Fannar Jónasson, sem sá að stýra gröfunni og taka fyrstu skóflustunguna. Fannar þekkir greinlega vel til gröfuvinnunar og gróf fyrstu hóluna vandræðalaust, ekki ósvipað á kollegi hans í Suðurnesjabæ gerði daginn. Þegar nýja hverfið verður orðið fullt af nýjum Grindvíkingum verða þeir orðnir 5.000. En við spurðum Fannar líka því hvaða tækifæri séu að myndast í kringum gosið. Bara stöðu uppbygging í Grindavík? Já, það hefur bara verið mjög mikil uppbygging hérna í Grindavík síðustu árin og svo var nú komið að eiginlega allar lóðir voru bara uppurnar hjá okkur og því var orðið tímabært að fara að hanna nýtt hverfi. Og þetta merkt tímamót núna að vera að taka fyrstu skóflustunguna og hefja framkvæmdir við fyrsta áfanga í hlíðarhverfi. Við erum mjög bjartsýn hér og vissum það að bara miðað við þá eftirspurn sem verið hefur, að þá erum við vissum það að það verður mikið að vera hérna hjá okkur. Þó að fólki kannski þykir það sérkennilegt að þá hefur verið mjög líflegur fasteignamarkaður hér í Grindavík síðustu misserin. Og aðilar sem eru að byggja hérna fjölbýlishús núna, þeir eru búin að selja þau nánast öll fyrirfram, eða minnst okkur eftirspurn þannig að það er orðinn skortur á tilteknum tegundum á húsnæði hjá okkur. Komið sæl og verið velkomin með okkur í Suðurnesja Magasín. Við heilsum ykkur úr flugstöð Leifs Eiríkssonar. Já, það hefur ekki verið mikið fjör hér síðastliðið ár af eðlilegum ástæðum, eða þannig. En það stendur nú til bóta. En við erum að kynna okkur í þættinum starfsemi lögreglunnar á Suðurnesjum sem hefur meðal annars breyst talsvert í kófinu. En við fáum góða gesti með okkur því forsetahjónin Guðni og Elísa vildu líka kynna sér starfsemi lögreglunnar á Suðurnesjum í flugstöðinni. Og við ætlum að fara með þeim hér inn í stöð. Komið með okkur. Forsetahjónin voru að kynna sér starfsemi lögreglunnar og hérna í flugstöðinni. Hvernig leist ykkur á? Þetta skrýtin tilfinning að koma til Keflavíkur þegar það eru svo fáir farþegar, en þetta var mjög áhugavert að koma hingað og sjá alla þessa frábært starf sem í gangi hér, hversu mikið fólk er að vinna saman, hversu samstöðu þetta er á milli svona starfshópar, myndi ég segja. Já, okkur þótti vænt að geta heilsað upp á fólk og nota tækifæri til að þakka fyrir það góða starf sem hér hefur verið unnið. Það ber kannski ekki eins mikið á því og því starfi sem unnið er annar staðar, en þetta fólk er búið að vera í fremstu línu núna mánuðum saman í rúmt ár, stundum að takast á við erfiðar aðstæður og síbreytilegar, en hér hefur gott starf verið unnið og við sjáum til lands núna og getum senn fagna því að hér verði aftur ís og þys, en óneitanlega er mjög undarlegt að ganga hér ganga, auða ganga, og ég veit nú ekki, ég held ég hef aldrei séð aðkomu sal svona tóman. Palli var einn í heiminum. Bikarinn er komin í höfn og við erum annardeildarmeistarar 2021 og bara risa stund í sögu félagsins og sögu sveitafélagsins og bara hrikalega gaman að fá að gefa bæjarbúum og fólkinu í félaginu og öllu sem eru búin að strita hérna síðustu árin og gjörsamlega sett félagi í fyrsta sæti og eru hérna öllum stundum að gera eitthvað og bæta eitthvað í kringum félagið. Þetta er æðislegt. Ég byrja eiginlega á þessu bara aldamótin 2000. Það var svona fyrsta klassardæmi, átti að vera uppvakningsplata. En síðan þróaðist það bara í annað með Fríðu systir. Þannig að, en síðan núna fyrir nokkrum árum tók ég upp þráðinn aftur á þessari plötu.
og núna komin út saga og vínilplata uppvakninga. Uppvakninga á Suðurnesjum? Á Suðurnesjum, já. Það var alveg, ég vildi sérstaklega nota sögusviðið að veist staðinn hér, því hann er svo magnaður og mikil orka á þessu svæði, sko. Maður finnur það kannski þegar maður flytur erlendis og erlendis einhvern tíma, sko. Þegar maður kemur aftur og finnur maður hérna Reykjanesi, hvað gigantísk mikil orka og við sjáum það bara í eldgosum okkar. Og eldgos kemur til sögunar í... Já, það var dálítið furðulegt. Ég skrifa handritið fyrir 2 ára síðan, sko, og þar kemur fram þegar apótekarinn kemur til Íslands, hérna á Skagann, þá byrja að gjósa. Og það eru eiturgufur hér út allt. Og síðan þegar ég fæ plötuna úr masteringu frá Sigurdóri í Danmörku, sama dag byrjar að gjósa. Let your mercy begin, Father, 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 let it cleanse my soul, exonerate my sin, hit me with that lightning bolt, mix me in your frying pan, it's all the same, he's at it again. Guðmundur Jens byrjaði snemma að handleika gítar þegar hann bjó með foreldrum sínum í stórborginni New York. Hann synti tónlistinni mismikið í mörg ár en ákvað svo á miðjum aldri að snúa sér að henni meira. Hann ákvað snemma á þessu ári að halda veglega tónleika á Ljósanótt í Reykjanesbæ eftir að hafa samið vel á annan tug nýrra laga en var viðbúinn því að þurfa að sæta lagi í takmarkunum hvað varðar fjölda sem átti sækja tónleika í heimsfaraldri. En hann hélt tónleika með stæl með stóru sviði og alvöru græjum og fekk landsþekkta tónlistarmenn í hljómsveitina á borð við Gunnlaug Brím trommara, Friðrik Sturluson á bassa og fleiri. Þú ert þekktur sem Gummi Kani meðal svona kepplinginga margra vina þinna og tókst síðan upp svona listamanns nafnið Kaninn aðeins öðruvísi staðsett. En hvaða músík ertu að gera þessa dagana og hvað varst að spila á þessum tónleikum? Ég var bara að spila þetta sem ég er búinn að setja út. Reyndar kom ég og byrjaði tónleikarna á lagi sem er ekki komið út. Tók 1 lag aukalega líka þannig inn í þessu sem kemur út 17. september. En þetta er, þegar ég var gutti í Bandaríkjunum þá hafði maður aðgang að því sem þið höfðuð ekki. Þið að vísu höfðu kannasjónvarpið hérna. En ég var með 13 stöðar. Og það voru heila 13 stöðar til að horfa á og inn í þessu var alltaf ein kvöldstund að Hee-Haw sem voru svona country green þættir og Glenn Campbell show. Þannig ég datt svolítið inn í countryð og alltaf verið hrifinn af því og það fyllt mér alla tíð og þannig að fyrsta lagi sem kemur út hjá mér er Wonderland og það er svona country americana lag og þannig ég er mikið inn í americana tónlistinni en reyndar fer ég yfir í, ég veit ekki hvað, ég er voða lélegur í að skilgreina þetta allt saman. Það er svona smá funk disco inn í þessu og bara þungt rock líka. En aðalega hef ég haldið með svona melodíst svona amerikana. 20.000. íbúi Reykjanesbæjar fæddist 4. ágúst en það er lítill drengur, sonur Sigríðar Guðbrandsdóttur og Sigurbergs Bjarnasonar. Stráksi þurfti aðeins að jafna sér til fæðinguna áður en hann gat boðið bæjarstjóranum í heimsókn sem vildi endilega heilsa upp á þennan 20.000. bæjarbúa. En hvernig er tilfinningin að eiga svona skemmtilegt númer, getur við sagt? Það er mjög skemmtilegt. Það kom okkur alveg óvart og já, mjög skemmtileg tilviljun. En var hann eitthvað aðeins að flýta sér í heiminn? Já, hann átti að koma í heiminn 7. september en kom 4. ágúst. Þannig að hann var alveg tilbúinn að koma eftir 35 vikur og 1 dag. En ungi pappar í dag, verða þeir ekki duglegir að taka þátt í uppeldinu og svona
alla tíð? Jú, það held ég. Ég að taka svolítið nætuvaktanir núna á bleiðskiptum og svona, þannig það mitt hlutverk að halda heimilinu hreinu og svona. Merkir menn félagsskapur 6 karla sem hittast alla föstudagsmorgna í garðinum yfir kaffi og vínabrauði í bragganum hjá Ásgeiri Hjálmarsinni. Síðasta laugardag merktu þeir félagar yfir 30 hús í útgarðinum og á næstu árum ætlunin að merkja öll gömul hús í Suðurnesjabæ. Við slóumst í för með körlunum garðinn. Já, við vorum að ljúka við verkefni sem kom upp í kaffispjalli hjá okkur bara síðastliðið haust og það að setja upp skilti með myndum af gömlum húsum í garðinum og við vorum að ljúka því verkefni að koma þessum skiltum upp hérna í fyrsta áfanga. Þetta hátt í 90 til 100 hús sem við stefnum á að setja svona myndir við og við gerum ráð fyrir að þetta 3 ára verkefni og þetta fyrsti áfanginn sem lokið. Við settum við 34 hús núna hérna í útgarðinum og meiningin að halda áfram á næsta ári. Og þið hafið verið að fá myndir af húsunum í sem upprunalegasta formi? Já, akkurat. Við reynum það alveg, þetta fremsta megni að reyna að fá myndir eins og húsin líti út alveg í upphafi, sko. Og á skiltunum ártali hvenær húsið var byggt og hvað það heitir. Yfir í fótboltann, bronsfeðgana. Nú ætlum við að hitta þá og sjá þá bronsa svolítið meira. Hlynur Atli heitir drengurinn og Freyr Guðmundsson pappinn sem setti met fyrir mörgum árum síðan sem að ungi strákurinn var að slá núna á dögunum. En hittum þá. Jæja Hlynur, finnst þið gaman að leika með fótbolta? Já. Hvenær byrjaðir á því? 4 ára. Og hvað, ertu að æfa þig á hverjum degi? Já. Hvað mikið? Ég alltaf út í garði að æfa mig líka. Og svo líka fótboltaæfingu. Og ertu að æfa með Njarðvík? Já. Eru strákarnir jafn góður og þú? Félagar þínir í liðinu? Ég veit það ekki. Í mínum flokki þá finnst það alltaf létt að sóla upp úr skónum. Létt að sóla upp úr skónum? Já. En þegar ég með eldri æfingu þá finnst mér það aðeins erfiðara. Segðu mér frá Knarrarneskirkju. Hver var upphaflega hugmyndin á bak við þessa framkvæmd? Já, þetta nú gamall draumur hjá mér að reisa kirkju og við höfum þessa fínu aðstöðu hér. Það eru 6 ár síðan að skóflustungan var tekin. Það var forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sem tók hana. Og ég hef unnið þetta svona í frístundum í þessi 6 ár en að sjálfsögðu fengi til liðsveið mjög öfluga listasmiði. Og það má segja kannski að þetta sameini svona 2 áhugamál hjá mér. Ég hef mikið áhuga á þessum gamla íslenska byggingastíl og síðan ég áhugamál guðfræði. Þannig að þetta sameina svona þessi 2 áhugamál. Nú auk þess ég mjög mikið áhuga á grjótleiðslum og hef dundað mig við að hlaða þessa grjótveggi í kringum hana og þannig að þetta svona bara verkefni til andar og sálar og líkamar, hressandi að vera úti að hlaða grjót og síðan, þetta náttúrulega vitnisburður trú og svona kannski þakklætisvottur fyrir blessum fjölskyldunar bara í lífinu og það að geta lofað Guð svona hérna við heimabæinn náttúrulega mjög ánægilegt í alla staði. Verkefni Hughrif í bæ hefur lífgað verulega upp á útlit Reykjanesbæjar síðustu 2 árin og hjá okkur eru forsprakkar verkefnisins, Hildur og Krummi. Og blessaður. Og við hittum ykkur í fyrra og núna það að taka 2. Hvernig gekk þetta í sumar? Alveg bara stórglæsilega. Við erum rosalega ánægð með bara afrekin okkar í sumar og hvað við náðum að áorka mörgum flottum verkefnum. Það hefur ekki beint verið, við skulum segja, við höfum ekki beint verið sólarmegin í sumar, Krummi. Hvernig hafði það áhrif á verkefni? Já, sjálfsögðu. Við vorum með mjög sterkan myndlistahóp í ár og mikið verkum sem kröfðust þess að við ætlum að mála mikið og það setti mikið strik í reikninginn. En við fundum lausnir og við fundum lítið og skemmtilegt verkefni sem hefur bara lukkast vel í bænum. Það er að mála ruslatunnunar. Þannig að ég fór á stúfana og hirti ruslatunnur af staurum hér í bænum og setti inn á vegstæði svo við getum unnið þær inni.
og það skemmtilegt að segja frá því að eitt skiptið þegar ég var að fara þá beið einhver eftir mér og fór svona að elda mig á bílnum, keyri í veg fyrir bílinn, skrúa niður rúðuna og bendi svona á mig, skilaðu tunnunni, drengur! Og ég reynir nú að útskýra að ég sé að vinna fyrir bæinn og við séum nú að skreyta hérna tunnunar, þetta sé nú ekkert alvarlegt. Og þá spyr hann hvort ég sé með skyrtinni og ég bara, nei, heyrðu guð, ég hef aldrei fengið skyrtinni á bænum. En þetta slapp nú allt vel og ég held að sé nú allir sáttir með tunnunar bara svona yfir höfuð. En það þessi unga Suðurnesjakona, Sóley Björg Ingibergsdóttir, sem við spjöllum við, en hún greindist með krabbamein aðeins 26 ára gömul, snemma á þessu ári og þetta ár vægast sagt búið að vera henni mjög erfitt. Við hittum hana og fengum hennar sögu og byrjum á því að spurja hana hvernig hennar fyrstu viðbrögð hefðu verið þegar hún fékk þessar erfiðu fréttir. Sko, þetta var akkurat 20 dögum fyrir afmælið mitt, þannig ég var ennþá 26 og ég man bara að þegar ég greinist að það var eina sem ég sagði, ég horfði bara mömmu og ég sagði bara en ég bara 26 ára og svo hélt læknirinn áfram að tala og segja og bara ég heyrði eiginlega ekki neitt og ég horfði á mömmu og sagði mamma, ég bara 26 ára og það var svona eina sem að ég hugsaði og eina sem mér datt í hug að segja. Og svo man ég alltaf eftir hún sagði eitthvað, já, byrja að telja upp eitthvað fullt af meðferðum og svo segi ég svona, byrju, lyfjameðferð, missum mér ekki hárið? Og hún sagði, jú. Og þá horfði mömmu og sagði, mamma, ég bara 26 og augnhárin mín þurfa að fara. Þannig að þetta tvennt eina sem ég eitthvað svona bara fór strax í. Og svona, þú veist, skiljanlega, því ég meina núna í dag náttúrulega fólk ennþá að segja við mig en þú ert svo ung, þú veist, þú ert bara 27, þú veist, ha? Þannig að... Þetta ekki algengt hjá svona ungu fólki? Þetta ekki algengt, en auðvitað þetta samt, þetta gerist, sko, en þetta náttúrulega ekki algengt. Þannig að þetta alltaf jafn mikið skellur og maður finnur það líka frá heilbrigðisstarfsfólkinu eins og læknum mínum að hún vildi hafa mig bara í Reykjavík og því hún sagði alltaf við mig bara, þú ert yngsti sjúklingurinn minn, ég vil hafa þig hér, ég vil fylgjast vel með þér. Og hún sagði ekki einasta tíma að ég hitt hana, þú ert yngsti sjúklingurinn minn. Þannig að maður búin að heyra þetta svolítið oft, þú ert svo ung, bara endalaust. Já, menningarverðlaun Reykjanesbæjar 2021 til Júlíusar Guðmundssonar, til hamingju. Takk fyrir. Þetta svona eiginlega bara fjölskylduverðlaun. Konaðinn fékk þessi verðlaun fyrir 8 ára síðan. Pabbi Rúnar Júlíusson var búinn að fá þetta og gott ef að Geimsteinn var ekki líka búinn að fá menningarverðlaun Reykjanesbæjar. Já. En það sem ég ætlaði að segja var það að... Gengur í erfðir. Já, það gengur í erfðir. En kona þín, Guðný, hún sagði sem sagt þegar hún fékk þessi verðlaun fyrir 8 ára síðan að Reykjanesbæjar væri eiginlega svona menningarbær. Pabbi þinn og þessi gæjar sem að urðu frægir fyrir svolítið mörgum ára síðan það var til nafnið Bítlabærinn. Já. Hvort þetta? Þetta náttúrulega ekki Bítlabær lengur. Hjálmar, Valdimar og fleiri til, sko. Já. En jú, það alveg ágætis arfleifð samt að vera með, sko. Þannig þetta kannski bæði? Þetta kannski bæði. Já, ég held samt að Bítlabæjar nafnið sé nú kannski aðeins að fjara út. Já. Þannig. Samt svolítið flott nafn. Já. Skemmtilegt. Já. Og það eru margir sem að svona einhvern veginn grípa í það. Liverpool Íslands, getur þú sagt það? Já, það gæti verið að þú kemur Liverpool að. Hvað leiddi þið inn í lyftingasal? Ég hef nú haldið til í líkamsræktarsal megnið af minni ævi og svo bara áttaði maður sig á því hvar styrkleikarnir lægi og ég var farin að sjá það að ég var bara svolítið sterk. Þannig að þá ákvað ég að pröfa að gefa þessu svolítið séns og fókusera bara á kraftlyftingarnar og sjá hvað það myndi leiða mann. Grunlaus hvert það leiddi mann. Ég byrjaði svona kringum 6 ára, en ég lék mér alveg áður og þannig, en ég byrjaði að æfa í kringum 6. Hvað var til að þú byrjaðir í golfi?
Aðalega bróðir minn, hann var alltaf að æfa, hann var mjög góður og hann byrjaði svona að sýna mér og ég kom með út af völl og þá byrjaði ég að halda á kylfunni og leika mér. Þú fékkst bara gólddellu strax eins og þetta? Alveg, pottþétt klárlega. Og hvað er svona skemmtilegast í íþróttunni? Að geta bara mætt þegar ég vil og leikja mér og vera með vinum og þetta er ekki neitt svona strangt rosalega og já. Þú ræður svolítið þínum tíma sjálf hvenær þú ferð að spila og æfa allt þetta? Já. Hver finnst þér hafa verið mesta breytingin á þessum rúmlega hálfri öld sem þú ert búin að vera skiptara fiski? Hvað finnst þér hafa verið svona, er eitthvað sem þú getur nefnt sem að þér finnst hafa verið mesta byltingin? Sko, mesta byltingin, hún er eftir. Því að það verður enginn farið eftir því sem ég er að segja. Það er nefnilega vandamálið. Ég vil láta taka allt úr húsunum og skipuleggja allt upp á nýtt. Því þar er hægt að hagræða. Já. Við erum stöðnuð í þessu, algjörlega. Langt á eftir okkar samtíð. En það væri hægt að tæknivæða mikið meira að þetta niður frá heldur en að gert. Það er spurningin bara, og svo segi ég líka bara þegar ég er í þeim ham, nú fyrir við bara að gera út á Baldvin og hann bara veiðir kótan og við lokum bara húsið. Við getum gett tjaldvagn eða bara hvað sem er. Og jafnvel gert hótel úr efri hæðinni. Ekki vandamálin. Það eru engin vandamál. Það er bara að leysa það. Leið við þakkum fyrir áhorfið, viljum við minna á aðra miðla Víkur frétta. Við erum að gefa út vikulegt héraðsfréttablað sem dreift er frítt öll Suðurnes og á netinu. Við erum með nýja fréttir á vaff.is og golffréttir á kylfingur.is. Við endum þáttinn með skemmtilegu myndum sem tekna voru áramótin frá okkar manni Jóni Steinari Sæmundsssyni í Grindavík. Gleðilegt ár og takk fyrir.